sent í SMS hvað ég geri. Annarkvort bara mjög. 503. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. En fundurinn haldinn á Tjarnargötu 12 klukkan 17 15. ágúst 2016. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Davíð Páll Viðarsson, Gunnar Þórarinsson, Kristín Þ. Jakobsson, Árni Sigfússon, Magnea Guðmundsdóttir, Baldur Guðmundsson og Böðvar Jónsson og Guðbrandur Einarsson og bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru 1. Fundargerð bæjarráðs frá 11. ágúst síðastliðinn, nr. 2. Fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. ágúst 2016, nr. 3. Fundargerð menningarráðs Reykjanesbæjar frá 9. ágúst 2016. 4. liður fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar frá 7. júní og 7. júlí. Nr. 5. Tilnefning bæjarfulltrúa og nr. 6. Reykjanesbraut breytingar á gatnamótum, sem bókun sem verður lögð fram. Tekinni fyrir 1. dagskrárliður, en það fundargerð bæjarráðs frá 11. ágúst. Ég vil bara nefna það hér að fundargerðir bæjarráðs frá því í sumar fylgja með í gögnum og eru að sjálfsögðu til umræðu hér ef að menn kjósa svo, en það aðeins síðasta fundargerðin sem til afgreiðslu hér. Orðið laust. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti og ágætu bæjarfulltrúar, langaði aðeins að gera hér að umtalsefni fundargerð bæjarráðs á 28. júlí 1084. fundur bæjarráðs. Ná þeim fundi þá ályktaði bæjarráð vegna flugumferðar Keflavíkurflugvöll, sem hefur nú fengið nokkra umfjöllun og eins og menn svo sem bjuggust við og rætt var í bæjarráði að gæti verið tekin á báða vegu, bæði jákvætt og neikvætt. Og mér finnst kannski ástæða til að koma hér aðeins upp og nefna það að það auðvitað mikilvægt þó að við viljum hafa hér sem mesta umferð Keflavíkurflugvöll og styðjum hann á allan hátt, að þá reyni allir aðilar að búa í sátt og samlyndi, og það eiginlega kjarninn í þessari bókun, þar sem að bæjarráð óska eftir því að umferðarstýring Keflavíkurflugvöll verði þannig að svona á kvöldin og næturnar sé reynt að gæta þess að ónæði við íbúa sé sem minnst. Ég hef stundum sagt að þetta sé kannski svipað og þegar við tölum stóriðju í miklu atvinnuleysi, þá viljum við gera allt til að auka atvinnu, en enga síður verða þau atvinnufyrirtæki sem hér hyggjast koma, þau verða að uppfylla allar reglugerðir, meðal annars mengunarreglugerðir. Það þýðir ekki, þó að ástand sé slæmt í stutta stund, að menn ætla að gefa eftir í kröfum. Og það okkur það sem að menn voru að segja í þessari bókun varðandi flugvöllin. Við erum ánægð með flugvöllin og alla þá starfsemi sem þar fer fram, en ef að hægt þá mjög æskilegt að menn reyni að sýna íbúum þá virðingu að stýra umferð að minnsta kosti á kvöldin og næturnar með þeim hætti að það trufli íbúa sem minnst. Og ég verð að segja, ég tók eftir því að minnsta kosti nokkur kvöld eftir að þessi ályktun kom fram, þar sem að sá umferðina yfir hádaginn fara yfir byggðina, að þegar að leið á kvöldið og svo fram á nóttina, þess að ég horfi á þetta út stofugluggan hjá mér, að þá var umferðinni breytt og umferðarstýringunni breytt þannig að henni var snúið við, þannig að aðflugstefnan var höfð yfir bæinn og flugtæki þá út á sjó. Og það mjög jákvætt og ber að þakka fyrir það. Takk fyrir það, Böðvar. Orðið laust. Kristín Jakobsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gaman að sjá okkur aftur eftir sumarfrí. Mér langar að gera umtalsefni ákvörðun bæjarráðs frá því að mér minni 20. Síðasti fundurinn í júní. Það er ekki 20. og 1. eða frekar en 30. júní. Þar samþykkti bæjarráð deiliskipulag á flugvöllum. Við flugvelli á sem að nú er búið að reka aftur til heim í hérað og úrskurðarnefnd með og kannski við ræðum þetta betur á eftir en mér finnst þessi flumbruháttur sem átti sér stað þarna á þessum bæjarráðsfundi ekki góður. Það er vaðið í það í verkefni sem alls ekki var tímabært og það voru allar góðar og gildar reglur stjórnsýslulaga brotnar að mínu mati. Og mér langar að tína til hvaða reglur það eru. Það er jafnræðisreglan, það er meðalhófsreglan og þar stendur stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem aðeins stefnt verður ekki náð með öðrum eða vægari móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn er til. Þarna held ég að bæjarráð hafi heldur betur farið í mótróa við eða í andstöðu við þessa meðalhófsreglu og síðan andmælaréttur, það er að segja eigendur að lóðinni sem að var fyrir því, hans er ekki gætt. Þeir voru aldrei látnir vita af því að þeir ættu að það rétt. Andmælisrétturinn er í 13. grein. Aðili máls skal eiga þess kost á að tjá sig um efni máls áður en að stjórnvald tekur ákvörðun á því. Enda liggur ekki fyrir í gögnum máls, afstaða hans og rök fyrir henni en slíkt er augljóslega óþarft. Kannski ég ætti að bíða með þetta í umræðu undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs en mér langaði að minnast á þetta hér og vegna þess að það er bæjarráð sem að tók þessa ákvörðun að samþykkja deiliskipulagið og er gerðu í raun og veru brott það þarf að taka þetta upp aftur og samkvæmt úrskurðarnefnd með skipulagsmálum og þá þarf að fara aftur í málið og endurtaka og snúa ofan að þessari vitleysu sem var þarna til. Orðið laust. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar og gaman að sjá okkur öll aftur. Ég held að sé ykkur misskilningur hérna á ferð að deiliskipulagið hefur ekki verið samþykkt. Það voru mannleg mistök við gerð þess og það hefur verið kallað tilbaka og það hefur verið að hefja þetta lögboðna ferli núna aftur. Ef ég skil bæjarfulltrúar rétt að þá er hérna ákveðið mál sem hann er að vísa til sem mun fara sína réttu leið. Það er ekki þannig að bæjarráð hafi verið að brjóta einhverjar reglur eða lög. Nú fer þetta í lögformlegt ferli og við sjáum hvað kemur út úr því. Þannig að það sé þá ljóst að það er ekki búið að samþykkja skipulagið. Orðið laust. Unni Birna að gera svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar og góða gestir. Mér langar aðeins að koma hérna undir fundargerð bæjarráðs frá 28. júlí varðandi sem sagt flugvöllinn og hávaðann þar. Eins og við vitum öll þá hefur verið hérna viðgerðir í gangi en 11 flugvélar á klukkutíma milli 11 og miðnættis er hérna eitthvað sem við verðum að fara að skoða varðandi ónæði við íbúan okkar.
Mig langar aðeins að lesa hérna smá upplýsingar fyrir ykkur. Flesti flugvellir í Evrópu og sérstaklega þeir sem eru nálægt byggð eins og flugvellurinn okkar setja strangar hljóðareglur, svokallar noise sensitive areas, og þá framkalla flugmenn svokallar noise abandonment procedure flugtök sem ganga út frá því að takmarka hávaða frá flugvél í flugtæki. Sumir vellir eru svo strangir að þeir hafa hljóðmælitæki á völdum stöðum og ef flugmenn brjóta þessar reglur þá eiga þeir eða flugrekandinn og hætt að vera kærðir eða fá háa sekt. Sumir vellir eins og til dæmis í Kaupmannahöfn banna notkun á svokallega reversers í lendingu þegar hreyflinum er breytt í loftbremsu og fólk heyrir hávaðann í lendingu eins og þegar við öll eflaust orðið var við. Keflavíkurflugvöllur hefur haft slíka reglur sem stýra notkun á umræddri flugbraut 11 sem að flýgur yfir Njarðvík en ekki hefur verið mikið farið eftir þeim undanfarin ár. En ef að þið farið inn á Samgöngustofu þá stendur meðal annars að eftirfarandi flugaðferðir hafa verið þróaðar til að minnka líkur á hávaða frá flugi hafi áhrif á íbúa á suðvesturhorni landsins. Og þar segir á tímabilinu frá 23 á kvöldin eða 11 til 7 á morgnana geta flugmenn vænst þess að vera stefnt frá þéttbýlustu svæðunum á suðvesturlandinu með aðstoð ratsjár og braut 0220 er skilgreind sem forgangsbraut vegna hávaðamildunar svo lengi sem það henta vegna öryggis- og umhverfisþátta. Og þar segir einnig hvorki snertilendingar né lág aðflug verða samþykkt fyrir braut 1129 milli 22 kvöldin og 7 á morgnana. Þannig að spurningin er, reyndar er viðgerð í gangi núna í sumar, ég veit það, en af hverju braut 11 notuð til flugtak á nóttinni þegar aðra brautir getur verið notaðar og er hægt að takmarka það fyrir íbúan okkar og þá ætti að vera að fara eftir því sem stendur í flugmálahandbókinni að lágmarka flug þarna milli 22 kvöldin og 7 morgnana. En þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða. Ég er mjög ánægð með bókunina í bæjarráði og vona að við getum unnið vel að þessu saman að tryggja að íbúarnir okkar sofi þrátt fyrir að Keflavíkurflugvöllur sé okkur gríðarlega mikilvægur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós, þeir sem geta samþykkt fundargerðina frá fundargerð bæjarráðs frá 11. ágúst ennur gefa merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er næsti dagskrárliður fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. ágúst síðastliðinn. Mikil fundargerð og sýnir það að það er ýmislegt að gerast í sveitarfélaginu okkar. Orðið laust. Kristinn Jakobsson, gerðu svo vel. Fórsti, já það er rétt, það er ýmislegt að gerast í bæjarfélaginu okkar. Það er gaman að lesa fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs og ég tala ekki hérna fundargerðir byggingafulltrúa, það sem er góðu heilli, eru upp á einhverja 3, 4, jafnvel 5 síður erindin sem annarkvöld synjað eða samþykkt og langflest eru samþykkt sem er mjög jákvætt. En stundum verður mönnum á og í hérna fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs þá er hann að afturkalla eins og máli sem ég var að tala undir fundargerð bæjarráðs frá 23. júní. Þá er verið að afturkalla það deiliskipulag og einfaldlega vegna þess að hérna úrskurðarnefnd með skipulagsmálum, hún er að slá á puttana á umhverfis- og skipulagsráði að þeir hafi ekki gert það sem þeir eiga að gera. Og það sem ég finnst alvarlegt og eftir að ég fór að karfast í þessu máli þá er hérna fleiri mál sem eru svona alveg á jaðrinum og ég glemdi að tala hérna til dæmis tilkynning meðferð máls. Það er samt 14. grein stjórnsýslulaganna. Eigi aðili máls rétt á að tjá sig efni þess samkvæmt 13. grein skal stjórnvald sem svo fljótt sem því verður viðkomið vekja athygli aðila á því máli sem til meðferðar er.
nema ljós sé að hann hafi fengið vitneskju það fyrirfram. Þannig að ef að lóðarhafi verður fyrir því að bæjarfélag ákveða að allt í einu að breyta lóðablaðinu sem er þinglýst, þá hlýtur hann að eiga rétt á því að vita af því. Og allavega hlýtur hann að hafa rétt á því að andmæla því, samkvæmt andmælaréttinum, og hann hlýtur að geta varið sig með meðalhófsreglunni. Það hlýtur að vera, og ég held að við lestur bréfs frá úrskurðarnefndinni að þá kemur það í ljós að mörguleyti þá var þetta handum á þessu máli. Það var illa unnið og ekki gætt þess réttar sem að íbúunum eða eigendum fyrirtækja er gefin með lögum. Og mér þykir þetta alvarlegt mál og þetta á eitthvað sem á ekki endurtaka. Og ég kem til með að ég var að vísu ekki á þessum bæjarráðsfundi sem þessi samþykkt var, en ef og þegar að deiliskipulagstillögur ein og sér eru teknar til afgreiðslu svona alveg út úr kortinu, þá krefst ég þess að vera meira upplýstur máli heldur en þetta. Þess að það var bókun einhvern tíma í nóvember, desember í umhverfis- og skipulagsráði einmitt flugvelli og að maður ekki verði samþykkt deiliskipulag fyrir að heilda deiliskipulag á þessu svæði var í unni, og svo kemur þetta inn eins og skreftur sögðalagnum og er samþykkt í bæjarráði með vísan, vegna þess að það er ekki sem hefði átt að vera í bæjarstjórn, en það er á meðan að bæjarstjórn er í sumarfrí, þá tekur bæjarráð við þeim verkum sem að bæjarstjórnin tekur. En mér þykir þetta mjög leitt og ég vona að þetta kosti bæinn ekki neitt. Þannig að ég er skítrættur að þetta sé ólangt gengi nema að verði samið það á þessum tíma núna í einhverju millibilarástandi. Ég held að þetta er vont mál fyrir bæinn. Orðið er laust. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að andmæla því sem hér hefur verið sagt. Hérna talaði undir rós aðila sem stendur í deilu við Reykjanesbæ og dylgjað stöðu Reykjanesbæjar og hvernig starfsmenn sviðsins hafa unnið og gert að því skóla að bæjar að það verið að gera einhverja hluti sem það átti ekki að gera. Ég vil bara andmæla þessu mjög sterklega að menn eru búin að skoða þetta mál mjög vel. Það má vel vera að þessir aðilar sem deila við bæinn sé ekki alltaf sammála niðurstöðunni sem bæjarráð eða bæjarinn tekur. En í þessu tilfelli þá er ekki efi mér huga að það réttu verið. Og mér finnst það mjög rangt að bæjarfulltrúar Kristni að koma hérna upp og dylgja mál undir rós. Þetta er ekki mál mér finnst þetta ekki vera staður og stund að tala hérna fyrirtæki nafnlaust. Mér finnst þetta ekki vera staðan til að ræða þetta mál, alls ekki. Og ef viðkomandi aðili sem Kristinn hefur talað svona mikið vill gera eitthvað í málinu, þá bara kæri hann bæinn aftur. Það er búið að falla frá kærunni, það er núna kynning í 6 vikur og þá getur maðurinn kært aftur, eða fyrirtækið. Þannig virkar lýðræðið. En að gera því skóna að starfsmenn Reykjanesbæjar hafi verið að vinna hérna með hálfum hug og að bæjarráð hafi síðan gert þetta á illan máta, í mótmæli því harðlega. Það er ekki svo. Orðið laust, Kristinn Jakobsson. Forseti, þá gæti bæjarfulltrúar að tala undir rós og að dylgja. Ég komst nú að því hvað væri að tala undir rós í Þýskalandi fyrir árið síðan eitthvað svoleiðis og þá var ég að heimsókn í Kastala og þar uppi var rós upp í matsalum
og ég spurði hvað rósin þýddi og hann sagði þá að allstaðar það sem að rós var í loftinu og þá gætu menn sagt hugsin og á þess að hafa hljóta skaða af. Ef ég að tala rós hér að þá sé ég enga rós og ég held að ég sé ekki að dylgja eitt eða neitt. En mér langar að lesa úr bréfi Skipulagsstofnunar. Það er ekki úrsagnar úrskurðarnefnd skipulagsmál. Þetta er frá Skipulagsstofnun. Hún kemur hérna með 3 punkta og ég ætla bara að leyfi forseta að lesa hér 3. punktin. Í skilmálatöflu sem gefnar upp eru 2 stærðir á lóð flugvalla 6. Það er að segja 6.426 fermetrar og 5.214 fermetrar. Skýra þar hvor lóðastærðin er rétt og lagfæra töfluna. Í umsögn Umhverfisskipulagsstofnunar 20. júní 2016 er tekin afstaða til allra efnisatriða athugasemda lóðareiganda aðlengjandi lóðar við Iðavelli 5 samanber athugasemd dagsett 18. maí 2016. Skipulagsstofnun minnir á að sveitarstjórn þarf að senda þeir sem gerðu athugasemdir skriflega og rökstudda umsögn ásamt upplýsingum kæruheimildir og jafnframt auglýsa niðurstöðuna samanber 5. grein 7.1 skipulagsreglugerðar. Ef þetta eru dylgjur, þá er formaður bæjarráðs að saka Skipulagsstofnun dylgjur. Ég get ekki gert annað en að lesa þetta upp orðrétt. Báðar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu máli að vera að fara svona efnislega eitthvað ofan í það, vegna þess að þetta máli eru þetta þá bara í ákveðnum farvegi. Þá er kannski mikilvægt að þetta kom upp í bæjarráði og hefur verið talað hér að bæjarráð hafi verið að samþykkja það, þá er það þetta bara kemur inn frá umhverfis- og skipulagsráði og menn staðfesta þar deiliskipulag eins og gerist hér. Það eru þetta augljóst á þessu málum að það hefur verið ákveðin galli í framkvæmdinni og menn draga þá máli tilbaka og byrja á því upp á nýtt og fara þá af stað með þeim hætti sem á að gera. Það er bara jákvætt að það skuli gerast. Það er kannski líka mikilvægt að framkomi. Það voru svona ákveðnar upplýsingar sem ekki komið fram í bæjarráði þessu máli sem að urðu nú til þess að menn reyndar ræddu þetta á næsta bæjarráðsfundi svona óformlega. En ég held allavega að það sé jákvætt að málið þá komið í eitthvað farveg núna. Það er búið að draga það tilbaka, búið að setja það þá í réttan farveg og núna verðum við þá bara að leyfa málin að hafa sinn gang og sjá hverju framvindur á þess að við séum að ræða það ítarlega og efnislega hér. Orðalaust. Það var ekki fleiri kvatsir ljós, þá þessi geta samþykkt fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs er bennum ekki að merki. Hún er samþykkt 11.0 og þá er Það sitja hjá, það var nokkuð mál sem ég veit aðsvoðu. Þú segir 11.0, ég veit ekki það. Það sitja hjá. það verður fært til bókar, herra bæjarfulltrúi. Þá var komið að 3. liði sem er fundargerð menningarráðs frá 9. ágúst og orðið hefur beðið Baldur Guðmundsson. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Já, eftir þessu er kannski rétt að tala bara léttu nótunum. Það er alltaf stutt í næsta partí. Og næsta partí er ljósanótt, stóra partíð okkar. Og menningarráð hefur haldið síðustu 2 ár fundi með bæjarbúum, þeir sem hafa haft áhuga á að leggja sitt að mörkum í þetta verkefni og koma með hugmyndir. Og það var mjög sterkt kveðið orðið að við yrðum að halda á lofti okkar fólki. Það var mikið talað um það á þessum fundum. Þetta yrði að vera dálítið, það er miklu þægilega að segja Keflvíst heldur Reykjanes bæjaríst. En þetta að sé
tónlist héðan og það sé listafólk héðan sem er að flytja efni og taka á móti gestum og sína afurðir sínar og hvað er verið að vinna. Þannig að það hefur verið tekið dálítið mið af því og dagskráin ber keima því. Til dæmis ríður á vaðið í annað skipti á jafnmörgum árum bæjarstjórnarbandið og þar komast fleiri að en vilja og svo verða fleiri sem að stíga á stokk, nýir aðilar, ungir á föstudagskvöldinu. En hryggjastykkið í dagskráin á laugardeginum verður Magnús Kjartansson og það er alltaf sagt að það þarf ekki að kynna hann, en ég ætla samt aðeins að minnast á hvað hann hefur borið niður í tónlistarsögunni. Þetta var í unglingahljómsveitinni Júdas sem fullorðnaðist aðeins og datt síðan inn í trúbrot og síðan var hann lykilmaður í brunaliðinu og stýrði upptökum fyrir fjöldanallan tónlistarmönnum, til dæmis Villa Will. Þannig að hann hefur komið víða vel í þessum tónlistarbrunni Suðurnesjamanna. Og hann ætlar að fá sér til aðstoðar tvo úr gamla liðinu, það er Gunnar Þórðarsson og Þórir Baldursson sem verða með honum í hljómsveitinni. Þannig að þetta verður sögulegt, eins og maður sagði. Björgvin Halldórsson, góðu vinnur okkar, hann mun syngja eitthvað af þessu prógrami og Stefania Svavars og fleiri og jafnvel kór héðan. Svo til að draga niður meðalaldurinn þá verður Jóhanna Rödd sem er nýkrýnduð sigurvegari í Ísland Got Talent. Mun hún taka nokkuð lög og Páll Óskar mun loka skemmtuninni sem er ekkit annað en viðeigandi vegna þess að sýning hans í Rocksafni Íslands hefur dregið 1000 gesta til okkar á síðasta ári. Og núna er komið að loka þessar sýningar og hún verður tekin niður í október, það ég held. En ég vil þá bara hvetja síðan alla sem ætla að gera eitthvað sniðugt á Ljósanótt að henda þið inn á vefinn ljósanótt.is. Það er allt opið. Þannig að ég get ekki annað sagt bara góða skemmtun. Sé ykkur á Ljósanótt. Takk fyrir þetta, Baldur. Orðið laust. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós. Þeir sem geta samþykkt fundargerð menningarráðs frá 9. ágúst og verður að gefa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að fundargerð stjórnar Reykjanessafnar frá 7. júní og 7. júlí síðastliðinn. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós sem fundargerðir stjórnar Reykjanessafnar. Og þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar eru beðnir um að gefa merki. Þær eru samþykktar 11.0. Þá er komið að 5. lið sem er tilnefning fulltrúa, bæjarfulltrúa og fulltrúa í ráðum. Við verðum að fresta seinni hluta þessara liðar þar sem að fullnægjandi skilyrðum var ekki fullnægt fyrir fund og við munum þá taka það inn á næsta bæjarstjórnarfund en það hefur borist bréf móttekið skrifað á Akureyri 25. júlí 2016 og sent á bæjar á Reykjanesbæjar undirrituð óska eftir að vera leyst frá störfum sem bæjarfulltrúi þann 1. september 2016 þegar ársleyfi lýkur. Ástæður beiðninnar er áframhaldandi búseta á Akureyri þar sem undirrituð hefur búið og starfað síðastliðið ár. Með vinsemd og virðingu Anna Lóa Ólafsdóttir, kennitala 011164 36 69. Þetta er hér með móttekið og ég lýsi því þá hér með yfir að Kolbrún Jóna Pétursdóttir mun þá taka sæti Annu Lóu sem bæjarfulltrúi til loka kjörtímabils og ég óska henni að sjálfsögðu til hamingju með það og velferðnaðar í sínum störfum leið og ég þakka Önnu Lóu fyrir hennar störf í þágu samfélagsins. Hefði gjarnan viljað hafa hana lengur en það er ekki á allt kosið í þessu lífi. Fólk velur sér vettvang við hæfi. Þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er bókun sem að
við ætlum að leggja hér fram sameiginlega með lítilsháttar breytingu sem bárust í dag og ég ætla að lesa þessa bókun eins og hún lítur út núna. Þetta er stílað á innanríkisráðherra og vegamálastjóra. Reykjanesbær hefur undanfarin ár í samstarfi við Vegagerðina unnið að því að útrýma slysagildrum á Reykjanesbrautinni sem eftir brotthvarf Bandaríkjahers sker bæinn í tvennt með tilheyrandi gatnamótum og tengipunktum. Þessar slysagildrur hafa verið greindar eftir slysatölum frá Umferðarstofu. Frá 2009 hafa framkvæmdir við Hringtorg, Grænás ásamt undirgöngum þar og Hringtorgi við gatnamótin við Stekk stórbætt öryggi vegfarenda. Þessi umferðarmannvirki hafa sannað gildi sitt og hafa engin slys orðið á fólki þar. Þá stendur yfir útboð í gerð undirgangna fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur undir Reykjanesbraut við Hafnaveg og skal verkinu lokið 15. nóvember. Á undanförnum árum hefur umferðin á þessum kafla Reykjanesbrautar stóraukist, bæði vegna íbúafjölgunar og stórauknum straumi ferðamanna. Nú er svo komið að ekki er hægt að bíða lengur með að tvöfalda þennan vegakafla sem telja 3 svokölluð T-gatnamót. Bæjarráð Reykjanesbæjar, á reyndar að vera bæjarstjórn Reykjanesbæjar, fer fram á það við ráðherra samgöngumála og vegamálastjóra að tvöföldun Reykjanesbæjar verði sett á samgönguáætlun hið fyrsta en þar til henni verði lokið verði tafarlaust farið í eftirfarandi framkvæmdir. Númer 1. Tengja Hafnaveg við Hringtorgið við Stekk. Númer 2. Setja Hringtorg við gatnamót Þjóðbrautar og Reykjanesbrautar. Númer 3. Setja Hringtorg við gatnamót Aðalgötu og Reykjanesbrautar. Með því að fara í þessar framkvæmdir verður öllum megin slysagildrum á þessum fjölfarnasta vegakafla útrýmt og öryggi vegfarenda á Reykjanesbraut stóraukið. Þá mun einnig vinnast tími til að vinna að endanlegri lausn sem er tvöföldun Reykjanesbrautar. Þetta er hér lagt fram orðið lausn. Eitthvað einhverjum þessa bókun að segja meira? Þetta er klárt. Allir sammála því að við leggjum þetta fram í nafni bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og komum þessu til viðeigandi aðila. Bæjarstjóra falið slíkt í framhaldinu. Nú, þá er dagskráin tæmd og við munum gera hlé á fundinum á meðan að fundagerð er frá gengin.
og þriðji fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 16. ágúst 2016 kl. 17. Viðstaddir Árni Sigfússon, Baldur Guðmundsson, Böðvar Jónsson, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Magnea Guðmundsdóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristján Þór Jakobsson og Daði Páll Viðarsson. Fyrsta mál er fundargerð bæjarráðs frá 11. ágúst 2016. Forseti gaf orðalaust fundargerð bæjarráðsins og fundargerð bæjarráðs í sumarfríi bæjarstjórnar. Til máls tóku Böðvar Jónsson, Kristján Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerðir samþykkt 11:0. Fundargerð annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. ágúst 2016. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Kristján Þór Jakobsson, Friðjón Einarsson og Böðvar Jónsson. Fundargerðin samþykkt með 10 greiddum atkvæðum. Árni Sigfússon sat hjá. Og þriðja mál er fundargerð menningarráðs Reykjanesbæjar frá 9. ágúst 2016. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tók Baldur Guðmundsson. Fundargerðin samþykkt 11:0. Og fjórða mál er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 7. júní og 7. júlí 2016. Forseti gaf orðalaust fundargerðirnar, samþykkt 11:0 án umræðu. Tilnefning bæjarfulltrúa og fulltrúa í ráðum. Með vísan til 39. grein samþykktar stjórn Reykjanesbæjar og fundarskurð bæjarstjórnar samþykkir bæjarstjórn að veita Önnu Lóu Ólafsdóttur bæjarfulltrúa laust frá störfum í bæjarstjórn að eigin ósk út kjörtímabilið og með Kolbrún Jóna Pétursdóttir sem er 3. maður á lista beinna leiða taka sæti sem bæjarfulltrúi. Sjötta mál, Reykjanesbraut breytingar á gatnamótum. Með leyfi forseta mun ekki lesa upp bókunina því hún var lesin upp áðan og bæst rafrænt. En bæjarstjórn samþykkir ofangreidda bókun 11:0 og fleiri ekki gert og fundi slitið. Já, fleiri ekki gert. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina. Hún er samþykkt 11:0 og fundargerðin verður því undirrituð 503. bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar er hér með slitið.